Gleðilega ljóssinshátíð, kæru landsmenn. Við erum hér saman komin til að fagna fæðingu friðarhöfðingjans sem boðaði frið á jörðu, frið milli allra, þvert á ólík trúarbrögð eða framandi menningaráhrif. Í hans anda viljum við sjá frið við móður jörð og frið á milli manna. Við leitumst við að horfast í augu, eins ólík og við erum, og byggjum frið. Verið velkomin. Gleðileg jól, góði landsmenn, gleðilega hátíð ljóss og friðar. Friður erindi þessara stundar, friðarstund í fríkirkjunni. Og hún tilraun til að iðka frið. Liðið ár hefur verið ár átaka á alþjóðavísu og trúarbrögðin hafa þar verið í forgrunni. Trúarhefðir sem boða frið. Í þeim anda bjóðum við í þessari útsendingu fólki úr ólíkum áttum og af ólíkri trú að biðja, kyrja og tala fyrir friði. Hátíð ljóss og friðar endurómar orð englana á Betlehems völlum sem sungu friður á jörðu. Og það von sem allt mannkyn getur sameinast um. Vonin frið sem byggir á því að opna hjörtu okkar gagnvart náunganum, á því að opna huga okkar fyrir þeim sem hafa aðra hefð, aðra sýn, aðra menningu og aðra trú og á því að opna dyr okkar fyrir þeim sem þurfa á því að halda. Njótið heil, kæru landsmenn.
sem sungin var hér á undan er að finna í nýrri sálmabók og heitir Ljós barn. Sálmurinn fjallar stöðu barna í heiminum, en frumhöfundur textans, Shirley Erena Murray, dregur fram bæði fallegar og ljótar myndir af aðstæðum barna, andspænis jólabarninu. Jólabarnið er ljósbarn, heimsbarn, fætt á jörð í smæð, glatt barn, Kristsbarn, tákn frá himnahæð. Jólin eru barnanna hátíð blíð og á jólum ber okkur að hugleiða aðstæður barna í heiminum. Börn eru mælikvarði á heilbrigði samfélaga. Börn bera aldrei sök á aðstæðum sínum og barn sem býr við veraldlegar allsnægtir getur verið vanrækt. Í texta sálmsins segir: spar barn, spillt barn, á allt meir vill fá, spakt barn, tælt barn, veit ei hvað hér má. Þýðandi sálmsins, séra Kristján Valur Ingólfsson, segir spar barnið dregið fram þegar það koma gestir. Það sýnt í spari klæðum og jafnvel láti tróða upp. Sjálf hafa foreldrarnir ekki tíma fyrir það, en vilja gjarnan sýna það. Sparbarn er eins og sparpera. Þú vilt fá sem mest ljós fyrir sem minnstan tilkostnað. Annað erindið fjallar vegbarn, sært barn, veröld þess er ill, meitt barn, beygt barn, engin vita vill. Þar segir þýðandinn liggja að baki börn sem eiga ekkert líf, sökum fátæktar eða stríðsátaka, en lifa þó. Þau hafa aldrei kynnst lífinu eins og við þekkjum það og munu aldrei þekkja það eða kynnast því. Ábyrgð okkar sem búum við öryggi og allsnægtir er að loka ekki augunum fyrir aðstæðum barna. Það á jafnt við þau börn út í heimi sem búa við átök, óöryggi og vannæringu og þau börn sem búa í okkar samfélagi eða leita á okkar fjörur. Börn á flótta. Jólabarnið er táknmynd fyrir börn þessa heims og í þeirri táknmynd birtist okkur samtímis hið fagra og hið ljóta í aðstæðum barna. Fjölskylda Jesú voru fátækir hælisleitendur og Jesús er barn á flótta. Bernskan birtir það fegursta sem býr í mennskunni og þess vegna ber okkur að standa vörð börn. Væntir lífs barn, táknum ást og von, Guðs barn, manns barn, Guðs hinn góði son. Nú við nýtt ár, nýupprenni tíð, er jólin vitja allra jafnt, jafnt og sólin blíð.
Sarvesham swastir bhavatu. May well-being prevail for all. Om Sarvesham Shantir Bhavatu. May peace prevail for all. Sarvesham Purnam Bhavatu. May all experience fulfillment. Sarvesham Mangalam Bhavatu. May all experience auspiciousness. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Peace, peace, peace. Friður, friður, friður. Namaste. Friðarhöfðinginn. Í spádómsbók Jesaja í 9. kafla, sem líklegast var skrifaður á 8. öld fyrir Krist, sagt fyrir komu friðarhöfðingjans, það fæðingu Jesú barnsins í Betlehem. Þar segir: sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós.
Því að ok þeirra hefur þú brotið í sundur. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, hann skal nefndur friðarhöfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan endi taka. Fæðingarhátíð frelsarans, Jesú Krists, friðarhátíð. Hann kom til að boða frið á jörðu. Það fyrsta sem hinn upprisni Jesús segir við lærisveinana eftir sitt lífsstarf og eftir upprisuna friður sé með yður. Hann segir það 3 sinnum. Jesús var gyðingur og trúarit hans voru á hebresku. Hebreska friðarhugtakið shalom notað sem kveðja bæði á hebresku, shalom aleikum, og á arabísku salam aleikum. En shalom leið dýnamist eða kraftmikið orð. Það hefur sterka samfélagslega merkingu. Það merkir alls ekki kyrrstöðu eða ládeyðu. Hvorki lognmollun né hlutlaust ástand. Það hefur með réttlæti að gera. Þar sem ógnarstjórn ríkir og öllu haldið niðri í kyrrð og ró, þar ríkir ekki shalom, friður. Það hefur með kraftana í samfélaginu að gera. Að það ríki jafnvægi, innri krafta og samfélagslegt jafnvægi og réttlæti. Þar friður jafnvel þótt mikið gangi á í mannlífinu. Gott fólk, við þurfum að friðmælast við móður jörð. Við þurfum að friðmælast hvert við annað. Friðmælast milli þjóða, friðmælast milli menningar heima, friðmælast þar sem stríð geisa. Við þurfum að friðmælast við móður jörð sem hefur alið okkur á nært í sínum umvefjandi faðmi og af sínum brjóstum. Við höfum ekki umgengist hana af virðingu. Við höfum gengið fram af henni, misnotað hana og þar með skaðað okkur sjálf. Við þurfum að friðmælast hvert við annað. Við þurfum að forðast aðgreiningar, útilokanir, formælingar og fordæmingar. Í sjálfu jólaguðspjallinu segir: og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita. Akkur það þetta orð, hersveit, að koma hér fyrir. Jæja, höldum áfram með Guðspjallið. Sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Bíddu nú aðeins, sjálft jólaguðspjallið Guðs orð að aðgreina menn. Friður ríkir hjá þeim sem hann hefur velþóknun á. Hvað verður þá hina? Í Vulgata, latnesku biblíunni, stendur aftur á móti: et in terra pax hominibus bonae voluntatis, sem þýðir orðrétt: og á jörðu friður með mönnum sem eiga góðan vilja. Með öðrum orðum, sem eiga góð vild. Og þá engin aðgreining velþóknunar eða vanþóknunar. Því samkennd einnig lykilhugtak í friðsemd manna og þjóða, samkennd, samhygð, góð vild og gagnkvæm virðing, án aðgreiningar, án flokkunar manna í einhvers konar fylkingar. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. I lift my eyes to the mountains. What is the source of my help? My help will come from the Lord, maker of heaven and earth. Davíð Salma 121. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarða. Essa eina ele harim, meain javo ezri. Essa eina ele harim, meain javo ezri. Ezri meim Adonai,
עושה שמיים וארץ, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. Þann 24. október síðastliðinn voru liðin 375 ár frá því að blóðugasta trúarstyrjöld sem Evrópa hafði þá upplifað lauk, 30 ára stríðið, með friðarsamningi sem undirritaður var í borgunum Münster og Osnabrück í Þýskalandi. Í tilefni þess var miðbær Münster fullur af ljósum og tónlist. Friðarbók lá fram í Ráðhúsinu þar sem þúsundir undirrituðu friðarsáttmála heiminum til handa. Og í leikhúsinu fór fram friðarráðstefna sem ég naut þeirra forréttinda að mega sitja. Hátíðarhöldunum var ekki einungis ætlað að halda á lofti minningu 30 ára stríðsins. Heldur voru áminning til heimsbyggðarinnar að friður er mögulegur og í raun eini málstaðurinn sem þess virði að beita sér fyrir. Meðal framsögumanna á friðarráðstefnunni voru forstöðumaður Stockholm International Peace Research Institute, Dan Smith, og Nóbels friðarverðlaunahafinn Lema Gbowee frá Líberíu. Peace Research Institute hefur það verkefni að fylgjast með átökum og átakasvæðum í heiminum og koma með tillögur að lausnum þegar stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar íhlutast. Í máli hans kom fram að 56 stríðsátök séu í heiminum í dag, aukning 5 átakasvæði frá 2021. Það sorglega að eftir að kalda stríðinu lauk fækkaði átakasvæðum til muna, en þau hafa þrefaldast á þessari öld. Lema Gbowee ólst upp í Líberíu, þar sem borgarastríð braust út árið 1999 á milli múslima og kristinna.
Þegar leið á átökin tóku sig saman til friðsamra mótmæla konur af báðum trúarhefðum, múslimar og kristnir, hönd í hönd. Lema Gbowee skipulagði hreyfinguna og var talskona hennar. Það sem byrjaði með 7 konum með hugsjón varð að fjöldahreyfingu þar sem þúsundir kvenna buðu hermönnum byrgin, óvopnaðar, til að þvinga fram frið. Mótmælin skiluðu árangri og stríðandi fylkingar settust niður, sömdu vopnahlé og styrjöldin tók loks enda. Í kjölfarið varð kona úr þessari hreyfingu forseti, Ellen Johnson Sirleaf, og var það í 12 ár eða fram til 2018. Og Lema Gbowee hefur síðan ferðast heiminn og byggt upp kvennarhreyfingar sem beita sér fyrir friði, þvert á trúarhefðir, meðal annars í Palestínu og Ísrael. Lykillinn að friði, segir Lema, að endurheimta mennskuna og þar skiptir trúin miklu máli. Lykil forsenda hreyfingarinnar að konur af ólíkri trú beiti sér fyrir sameiginlegum málstað, friði. Hugrekki Nóbelsverðlaunahafinn frá Líberíu hafði það sem sín loka orð á friðarráðstefnunni að mennskan þurfi ávallt að vera í fyrirrúmi. Þegar mennskan hverfur voðinn vís. Við fæðumst öll með fagran söng í hjarta, því fuglinn okkar situr þar á grein og lofar tilverun og ljósið bjarta, þvert lífsins undur, vatn og blóm og stein. Hann yrkir það ljóð sem öll við þráum, að ást og gleði fylli þennan heim. Hann sólargeislum safnar eins og stráum og semur draum og ævintýr úr þeim. Ó litli fugl, þinn boðskap hvert barn sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í brjósti mér. Og þegar vetur karlinn kólgu skýjum og köldum vindi blæsum himinn geim, litlum sálum vörn í vængjum hlýjum sem vernda allt það dýrmætast í þeim. Og alltaf aftur sólina við sjáum, í sorg og gleði hollt að muna það. Því eilíf hún ástin sem við fáum frá yndislegum vin í hjartastað. Ó litli fugl, þinn boðskap hvert barn sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í brjósti mér. Ó litli fugl, þinn boðskap hvert barn sem lítur nýjan dag á jörðu hér. Elsku litli fugl, ég lofa þér að láta sönginn aldrei þagna í
Godan dag, je heті Марія, єгер фрау Україна. О, всемогутній Боже, що можеш обернути зло на добро і змушуєш навіть людський гріх обернутися на похвалу Тобі. Просимо Тебе навести лад і знищити біду цього насильства, війну в Україні. І там, де триває ненависть, щоб через боротьбу ми могли прийти до перемоги. Щоб народи світу об'єдналися у міцній дружбі задля зростання Твоєї слави і блага всього людства. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що наш народ український ніколи не був окупантом і нікого ніколи не тримав в ярмі. Бо що людині з того, коли весь світ здобуде, а душу занапастить? Ми живі сьогодні. Розумійте, народи, і ще не вмерла Україна, бо з нами Бог. Також просимо, Господи, благослови майбутнє України, наших дітей, та визволи від усякого підступу ворожого їх, збережи у правдивій вірі, в благочесті і чистоті, в усі дні життя, щоб вони досягнули успіху в розумінні і виконанні Твоїх заповідей, на прославу пресвятого імені Твого, бо Тобі належить честь, слава і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віков. Амінь. Слава Україні! Героям слава! Так, Fyrir. Ég hef leyft mér hér að styðjast við orð Njarðar P. Njarðvík, prófessors emeritus. Orð sem hann flutti á friðarstundu hér í Fríkirkjunni fyrir rúmum 20 árum. Og nú ætla ég að vitna beint í hans orð. Þau trúarbrögð heimsins sem aðgreina menn eru ekki komin frá Guði. Þau eru hugarsmíð manna og tilraun þeirra til að skilja uppruna sinn og alheimsins og tilgang, að skilja það sem við höfum enn ekki öðlast skilning á. Og því eru trúarbrögð sprottin af tilteknum menningarlegum og þjóðfélagslegum aðstæðum. Því verð ég að taka undir þau orð hans heilagleika Dalai Lama hann segir að menn verða að læra að skilja að engin ein trúarbrögð henta öllu mannkyni. Í því felst leið virðing fyrir mismunandi trúarbrögðum og mismunandi leit manna að skilningi. Sá sem heldur að aðeins ein leið liggi til Guðs mun ekki rata þá leið. Hins vegar hefur ekkert verið misnotað jafn herfilega til að réttlæta kúgun, grimmd og ofstæki og yfirskyn trúarbragðanna. Því algjör nauðsyn og algjör forsenda fyrir friði milli þjóða að menn læri virðingu fyrir öðrum trúarbrögðum, öðrum en þeirra eigin, fyrir annarri menningar arfleifð en þeirra eigin, virðingu fyrir fólki sem öðruvísi, ef til eitthvert fólk og einhver þjóð sem í raun öðruvísi. Skoski rithöfundurinn og ferðafrömuðurinn Robert Louis Stevenson sagði einhverju sinni: það ekki til nein framandi lönd og framandi þjóðir, einungis ferðamaðurinn framandi. Forsenda fyrir friði milli þjóða því samkennd og sameinað í samkennd verður mannkynið því aðeins að það horfist í augu við, viðurkenni og skilji margbreytileika mannkynsins. Skilningur á margbreytileika sameinar margbreytileikan. Í Talmúd, helgiriti gyðinga, standa þessi orð: sá sem bjargar einu mannslífi, bjargar mannkyninu. Þetta fögur hugsjón sem boðar einingu mannkyns. En þeim má einnig snúa við. Sá sem tortímir einu mannslífi, tortímir mannkyninu. Hvort tveggja lýsir í raun yfir heilagleika lífsins og sá sem ber sanna virðingu fyrir lífinu, drepur ekki neinn. Þegar við horfum á eyðileggingu
tortímingu og manndráp í stríði, verðum við að læra að hugsa, það er verið að drepa okkur, það er verið að drepa mannkynið. Nóttin var sú ágæt ein í allri veröld ljósið skein. Það nú heimsins þrautarmein að þekkja nei sem bæri. Með vísnasöng ég vöggunar þína hræri. Með vísnasöng ég vöggunar þína Í Betlehem var það barnið fætt sem best hefur andar sárin grætt. Svo hafa englar það rætt sem endurlausnarinn væri. Með vísnasöng ég vöggunar þína hræri. Með vísnasöng ég vöggunar þína Þér gjör ég ei rúm með grjót né tré. Gjarnan læt ég heitt í þér. Vil ég mitt hjartað vakans hér. Vertu nú hér minn kæri. Með vísnasöng ég vöggunar þína hræri. Með vísnasöng ég vöggunar þína Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
May friður, miskunn og blessun Allah vera með þér. Lofaður sé Allah, drottinn heimanna, og friður og blessun sé yfir Muhammed, Isa, Jesus, Musa, Moses, Ibrahim, Abraham og fjölskyldum þeirra og fylgjendum á öllum hinum spámönnunum sem þú hefur nefnt að gefa okkur sem fordæmi, ó Allah. Í nafni Allah, hins algerlega miskunnsama, hins sérlega miskunnsama, allt lof vegna Allah, drottinn heimanna, hins algerlega miskunnsama, hins sérlega miskunnsama. Sem muslimi fagna ég hátíðlegum dögum eins og Eid al-Fitr og Eid al-Adha og ég held persónulega ekki jól. En ég óska þeim sem gera það á heilum hug. Ég óska þér glæðilegra og blessaðra jóla fyllt með ást, friði og sátt. Megi þessi hátíð ylja þér sem hjartarætur að skapa fallega minninga með ásvinum þínum. Megi dagurinn hvetja til góðvildar og velvilja, efla skilning og einingu með okkar alla. Gleyma ekki öldugunum okkar og þeim sem eiga í erfiðleikum í samfélagi okkar. Og við skulum ekki gleyma að biðja fyrir þeim sem verða fyrir áhrifum vegna eldgosahættunar, sérstaklega þeim sem eru frá Grindavík. Og við skulum beina bænum okkar til þeirra sem eiga í erfiðleikum hvað sem í heiminum. Friður og ást byrjar frá manneskjunni í speglunni. Ég óska þér og ástvinum þínum glæðilegra jóla fyllt með gleði og friði. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa Isa wa Musa wa Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Á himni loga ljós, lifnar á glugga vetrarrós. Við fætur marar mjöll, máninn rís, úr fjarska berast hlátrasköll. Prúð við sitjum hlið við hlið og hefjum endalausa bið. Allt hljótt, en síðan koma jól. Síðan koma fyrir mannkynið, þau fylla hjörtu ró og friðsæla
eftir væntingin, í augum speglast stjörnuskinn, eldhúsið undirlagt, unnað ilm, þar kisi stendur ennþá vakt, kertaljós og kræsingar, kveikja ljúfar minningar, það þögn, og síðan koma jól, síðan koma jól, og allt sem þeim fylgir, fölskvalaus óskum frið, fyrir mannkynið, þau fylla hjörtu ró og fjarlæga dali hvítum snjó, þar vil ég eiga mín allra bestu jól, því alltaf koma jól, og allt sem þeim fylgir, fölskvalaus óskum frið, fyrir mannkynið, þau fylla hjörtu ró og dalina fögru hvítum snjó, megir þú eiga þín allra bestu jól, megir þú eiga þín allra bestu jól. Sú hugmynd að til sé hlutlaust samfélag, samfélag sem ekki hefur gildismat og heldur ekki á lofti siðum og venjum, er tálsýn og í raun ógn við farsæla fjölmenningu. Engum kemur til hugar að það að standa vörð íslensku í okkar samfélagi sé ógn við tungumálakennslu eða brot á réttindum þeirra sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Þvert á móti er íslenskukennsla forsenda þess að Íslendingar geta lært og skilið önnur tungumál og kennsla í íslensku sem annað mál auðveldar þeim sem eiga annað móðurmál að aðlagast íslensku samfélagi. Hið sama á við trúarhefðir okkar Íslendinga. Farsæl fjölmenning krefst þess ekki að við leggjum til hliðar þá trúararleið sem við erum sprottin úr og allra síst í skólakerfinu. Heldur að við ástundum uppfræðslu og jákvæða forvitni. Jólin eru sá ástími þar sem við Íslendingar sameinumst helgisagnir sem eru af ólíkum uppruna. Orðið jól á ekki uppruna sinn í kristinni hefð, heldur heiðni. Enda er gangur náttúrunnar, sólstöður hluti af hátíðarhöldum jólanna. Jólasveinarnir okkar, tröllafjölskyldan og hinn ógnvænlegi jólaköttur, eiga uppruna sinn í þjóðsögum, en þau hafa glatt íslensk börn og skotið þeim skelk í bringu aldir og gera enn. Og þó blandast aðrar hátíðir inn í okkar jólahald, í matarhefðum, skrauti og siðum, eins og Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur, hefur rakið í bók sinni Saga jólanna. Jólin eru hlaðborð hefða, sem hafa ólíka merkingu í hugum fólks. Trúuðum er hún fæðingarhátíð frelsarans og heiðnum mönnum sólstöðu hátíð, en líkt og hefðirnar eru ólíkar og mannfólkið misjafnt, er tvennt sem við getum öll sameinast
og jólin minna okkur á. Annars vegar það að við veisluborð jólanna er rými fyrir alla, hvaðan sem við komum og hverju sem við trúum. Og hins vegar að friður er inntak jólanna. Friður er svo þrá sem mannkynið getur sameinast Ekki einungis í því að vopnaskaki sé hætt, að þjóðir megi smíða plójárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Heldur friði þar sem margbreytileiki mannlífsins fær að blómstra í öllum sínum myndum. Í þeirri friðarþrá bjóðum við á jólum fólki af ólíkum uppruna og ólíkri trú að biðja með okkur fyrir friði og iðkum þannig frið sem byggir á þekkingu, jákvæðri forvitni og gagnkvæmri virðingu. Virðingu fyrir heiðni og kristni, trú og vantrú, íslam, gyðingdómi og hindúisma og öllum þeim trúarhefðum sem hafa sama inntak, að boða frið. Heimsins þagna harma kvein, hörðum er linnir stríðum, læknast og þá hinn lindu mein, líður að tíðum, líður að helgum tíðum. Hátíð fer að höndum mein, hana vér allir
Örlítil inngangsorð að ljóði Jóhannesar úr Kötlum. Til að öðlast frið þurfum við, eins ófullkomin og við erum, að læra að horfast í augu og fagna morgun hvítri sól náttúrunnar, horfast í augu gegnum aldirnar, horfast í augu gegnum fjarlægðirnar og finna að það er líkt og að horfa í spegil, því að við munum sjá okkur sjálf. Þegar þú horfir í augu á vegalausu, hungruðu, svörtu, saklausu barni í Afríku og þú sérð sjálfan þig speglast í augum þess, þá hefur þú leið eignast lífsskilning, því að í þeirri speglun sérðu samhengi mannlegs lífs. Gott fólk, ég fer hér með ljóð Jóhannesar úr Kötlum, Þula frá Tíli. Ljóðið geymir innilega bæn frið við náttúruna og frið milli manna. Horfumst í augu, fögnum morgun hvítri sólinni, laugum iljar okkar í dögginni, biðjum frið. Leggjum grasið undir vanga okkar, vermum frækornið í lófa okkar, stígum varlega á moldina, biðjum frið. Borum fingrinum í sandinn, sendum vísuna út í vindinn, speglum okkur í hylnum, biðjum frið. Reikum fjárgöturnar, teljum stjörnurnar, hlustum á silfurbjöllurnar, biðjum frið. Göngum að leiði móður okkar, göngum að leiði föður okkar, minnumst hins liðna, biðjum frið. Tökum í hönd systur okkar, tökum í hönd bróður okkar, lyftum því sem er, biðjum frið. Lítum í vöggu dóttur okkar, lítum í vöggu sonar okkar, elskum hið ókomna, biðjum frið. Horfumst í augu gegnum fjarlægðirnar, horfumst í augu gegnum aldirnar, biðjum frið. Í velflestum trúarbrögðum talað að maður sé heill, maður sé heilbrigður og óskiptur. Þetta í merkingunni heill og sæll þegar maður heilsar, og þetta líka í orðunum shalom í hebresku og salam í arabísku, og það líka aukamerkingin friður. Ég bið ykkur öll að vera heil og sæl og óska ykkur árs og friðar. Góði landsmenn, við fríkirkjufólk þökkum fyrir samverun í kvöld á helgri hátíð og óskum ykkur friðar. Dýrasta hnoss fríkirkjunar það tónlistafólk sem hér starfar undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Og það rík ástæða til að þakka hljómsveit, sönghópi og barnakór fyrir þeirra flutning. Að ógleymdum Katrínu Halldóru Sigurðardóttur og Valdimar Guðmundsinni. Erindi okkar á þessum helgu tíðum hefur verið friður og fjölbreyttar raddir hafa talað á aðfangadagskvöld með friði. Friður enda eina vonin og eina leiðin áfram. Friður sé með þér. Mín kæru, við höfum hér horfst í augu og tekið saman höndum eins ólík og við erum og beðið fyrir friði.
Samkennd, samhygð og gagnkvæm virðing eru lykilþættir í friðsemd á milli manna. Ekki satt? Gleðileg jól og friður sé og veri með okkur öllum.